þessu sýnidæmi með daufa sýru með styrki 0,25 m. pH-gildi hennar 3,6 og ég á að nota þetta til að finna Ka-gildi sýrunnar. Ég veit að almenn jafna fyrir klofnun á daufri sýru skrifuð á þennan máta hér, þar sem að daufa sýran klofnar í róteind og samsvarandi basa. Út frá þessari jöfnu þá get ég séð að Ka-gildið hlýtur það að vera styrkurinn af H+ sinnum styrkurinn af samsvarandi basa deilt með styrk sýrunnar. Til að finna Ka-gildi fyrir þessa hér sýru þarf ég þá að byrja að finna styrk H+ jónarinnar, en ég get gert það út frá pH-gildinu. En styrkur H+ er alltaf svo sami og 10 í veldinu mínus pH, sem í þessu tilfelli er þá 10 í veldinu mínus 3,6, sem að gefur mér þá 2,5 sinnum 10 í mínus 4 m. Nú, út af því að sýran klofnar í hlutföllum 1:1, þá veit ég að styrkur sýru leifarinnar er svo sami, og þar sem að upphaflegi styrkur Ha er 0,25 og þar sem að klofnar er ekki nema 2,5 sem 10 minus 4, þá ætla ég að gera ráð fyrir því að Ha sé einfaldlega áfram 0,25 m. Þannig að Ka-gildið er þá 2,5 sinnum 10 í mínus 4 í öðru veldi, því það er bæði fyrir vetnisjónina og samsvarandi basan, og styrkur Ha er þá 0,250 m og Ka-gildi mitt er þá 2,5 sinnum 10 í mínus 7. Nú ef styrkur H+ hefði nú verið töluvert hærra gildi en þetta hérna, þá hefði ég hugsanlega þurft að draga það frá þessari hér tölu og deila þá með henni til þess að fá út rétta Ka-gildið.